Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Arnfinna Björnsdóttir, betur þekkt sem Abbi, bæjarlistamaður Fjallabyggðar 2017. Abbi fædd og uppalin á Siglufirði og hefur í 50 ár stundað listsköpun í heimabænum. Það ýmislegt framundan hjá henni, meðal annars sýningar 20. maí á afmæli Siglufjarðarkaupstaðar og 19. júlí þegar hún fagnar 75 ára afmæli sínu. Við litum við á vinnustofu Abbi en þar má meðal annars finna málverk, teikningar og klippimyndir, svo eitthvað sé nefnt. Que será, será. What will be, will be. Ég mest núna í klippimyndum vegna þess það eitthvað svona í manni þegar maður búin að vera lengi í þessu og þá langar mann alltaf að gera eitthvað nýtt. Og ég byrjaði var mikið teiknaði mikið hér áður fyrr og líka með blýantslitum. Og ég á myndir 2 heima sem eru 60, aðra teiknaði þegar ég var 13 ára og eina þegar ég var 14. Og þetta var vegna þess að mamma keypti alltaf dönsku blöðin, Family Journal og Hennes Verden og Hjemmet og svona blöð. Og þar var ég man eftir í Family Journal var þekktur eða frægur má segja, bara teiknari sem hét Kurt Art. Og hann teiknaði myndir við framhaldssögurnar í dönskublöðin, í Family Journal. Og þessar myndir, þetta heillaði mig svo rosalega, þessar myndir. Ég hef voða gaman að ég skipta yfir, það þannig að ég ekki með mikið opið svona í janúar og febrúar, mars, apríl. Fyrir gestugangandi opna ég 20. maí með sýningu yfirleitt og hef gert það á hverju ári núna undanfarin 10 ár, 11 ár, 12 ár, eitthvað. Og svo hef ég bara opið hér alls sumar og hér nýt ég þess bara að taka múti fólki og rappa og ég fæ allstaðar áður úr heiminum fólk eins og gestabókin sýnir. Svo það bara gaman að því. Þá ég ekki að vinna mikið en þá hekla ég heima á kvöldin. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Svo bara ég til skiptis, ég tek með þetta eins og í fyrra fór ég í það að teikna myndir af sjómennskunni og sjóaralífinu fyrir 40 árum síðan þegar minn maður var á sjó. Og það var út af því að það var ár hafsins í fyrra, 2016. Og svo náttúrulega ég núna í akryl hef ég verið að mála fuglamyndir, akrylmyndir. Og svo náttúrulega ég bara í klippimyndunum. Það þær sem hafa vakið gríðarlega athygli hérna på síðkastið. Já, þær hafa gert það. Þær kannski maður segja að þær séu svolítið sérstakar. Og það líka vegna þess að ég nota bara eins og ég segi endurnýti pappír úr gamlum tímaritum og almanökum og bara byggja þetta bara allt upp. Ég nota litafletina bara Og þetta eru myndir frá síldartímanum hérna á Siglufirði? Já. Ég man eftir mér í síldinni áður en ég fór í skóla. Sem sagt á sumri meðan ég var í 3. og 4. bekk í Gagnfræðaskólanum. Svo fer ég náttúrulega í Vestló og eftir ég kem heim úr Vestló, þá fer ég bara að vinna hér á skrifstofum. Svo ég hafði ekki mikinn tíma til að fara sjálf í síldina nema bara þá helgar eða eitthvað svoleiðis. En maður bara gerði ekki mikið af því Unforgettable. That's what you are. Þetta mjög þægilegt fyrir mig að vinna klippimyndirna hérna vegna þess að því ég að mála með akryl eða annað þá ég að vera heima helst með þetta. Því klippimyndirnar eru bara límið, pappírinn og skærinn. Já, ekki flókið. Já, og svo þetta svona, ég rissa svona myndir upp til þess að hafa
og sjá. Og svo byrjaði ég á því að gera grunninn í myndina. Nú þarf ég að fara að gera þessa kellu hérna, setja hana hér og svo náttúrulega bryggjuna, planið og svo kemur þetta svona kollakolli. Og þetta klippi ég bara allt út úr. Og þetta er svolítið tímafrek vinna því ég er lengi að finna kannski liti sem passa saman og svona. En þetta kemur eins og til dæmis bara hólsirnan þarna. Þetta kemur út, ég klippi þetta alveg hreint bút fyrir bút og raða þessu svona upp. Og þú vinnur ekki teikningarnar eftir neinum ákveðnum fyrirmyndum með það? Nei, þetta risa ég allt bara upp. Ég með allt hérna inn í hausnum. Þetta er bara minningarnar mínar frá síldarárunum, eins og ég man eftir þessu. Svo sagði dóttir mín einu sinni við mig, hvernig var það mamma? Var aldrei vont veður á síldarárunum. Þetta sól og blíða, því að myndirnar mínar eru svo bjartar og skemmtilegar. En þessi blöð sem þú vinnur með, hvar færðu allan hann efni við? Já, það er nefnilega það sem er. Þetta er alveg dásanlegt að eiga svona marga kunningja og vini í firðinum því að þær koma bara með blöð til mín og henda hérna í poka inn á dyrnar og spyrja hvernig ég get ekki nýtt þetta og ég fer yfir þetta bara og nýti það sem ég get nýtt og hendi hinnu. Já. Það er ágætt. Þá fæ ég þessa fínu litafleti sko og bara þetta er sko, ég klippi bara. Það sést nú alveg á þessu, ég er búin að klippa út úr þessu sko, þegar ég er að nýta pappírinn. Þannig að hér nýtir þú í rauninni bara það sem aðrir myndi henda? Þetta, já. Þetta er bara endurnýting. En það er nóg að gera hjá þér? Já, sem betur fer. Það er eins og ég segi stundum, ég var nú spurð að ég núna bara fyrir viku síðan hvort ég myndi vilja selja hérna, húsið. Ég hélt nú ekki. Ég hef heilsu og áhuga fyrir að gera það sem ég er að gera, þá held ég áfram. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.